Fjármála- og efnahagsráðherra, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, utanríkisráðherra, góðir afmælisgestir. Ég ætla að bjóða ykkur í tímaflakk. Byrjum á að fara cirka 20 ár aftur í tíman. Árið er 2003, en það ár setti Alþingi raforkulög sem innleiddu samkeppni í framleiðslu og viðskiptum með raforku. Þessi breyting var gerð að evrópskri fyrirmynd og hugsunin var að samkeppni myndi leiða til hagræðingar og sjálfbæra nýtingar auðlindarinnar, notendum raforkunar og eigundum að auðlindinni til hagsældar. Og þessar breytingar hér á landi leystu úr læðingi krafta sem segja má að hafi birst okkur í 3 bylgjum. Í fyrstu bylgjunni fóst aukin samkeppni í framleiðslu og það voru fyrirtæki á borð við Orku náttúrunnar, HS Orku, fjölda smávirkjana sem komi nýtt framboðin á markaðinn. Stórnotendum hefur fjölgað á tímabilinu og hafa nú meira val en áður við hvernig versla raforkuna af. Bylgja númer 2 hófst upp úr árinu 2017 þegar ný sölufyrirtæki hefja innreið sína á smásölumarkað raforku, samkeppni eykst á því stigi markaðar neytendum til hagsbóta. Og í dag í kringum 30% verðmunur á hæsta og ódýrasta raforkusalanum og heimilin í landinu geta nú valið þann raforkusala sem býður hagstæðustu kjörin og bestu þjónustuna hverju sinni. Undir lok árs 2003 veitti umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið 2 fyrirtækjum leyfi til þess að reka skipulagðan raforkumarkað, Vonarskarði og Elmu sem dótturfélag Landsnets. Og það má segja að þessar 3 bylgjur séu allar ennþá í fullu fjöri. Hér sjáu þið hvernig raforkan flæðir eftir flutningslínunum og ég ætla að gera að umfjöllunarefni muninn á raforkumarkaði hér og á meginlandinu. 400 milljón manns þar, 400.000 hér. Raforkukerfi og markaður sem 100 sinnum stærri en okkar og með margfalt fleiri markaðsaðilum. Hátt í 1000 markaðsaðilum og meðan hér þeir fáeinir tugir. Í Evrópu hlutfall endurnýjanlegrar orku 3/3 og löndin þar keppast við að byggja upp aukna græna raforkuvinnslu og fasa út jarðefnaeldsneyti. Hér erum við skrefi á undan og erum þegar með 100% endurnýjanlegt kerfi. Fjöldi sæstrengja og milliríkjaviðskipti á meðan við erum einangrað orkukerfi. Á meginlandinu raforkumarkaðurinn að kljást við að eiga nægt tiltækt afl í álagstoppunum, en hér þurfum að passa upp á að eiga næga orku yfir veturinn, frá hausti og þar til fyrra vora og innrennsli í lónin eykst. Raforkumarkaðsfyrirkomulagið á hvorum stað fyrir sig endurspeglar þessi ólíku viðfangsefni. Hátt hlutfall skammtímaviðskipta hentar vel í raforkukerfi sem ennþá háð kolum og gasi og meðan langtíma samningar hafa hentað okkur einstaklega vel. Það óumdeilt að skammtíma markaður raforku í Evrópu hefur skilað miklum ávinningi og skilvirk leið til þess að ræsa fram hagkvæmustu framleiðsleininguna hverju sinni, sama hvort að ræða gas, kolorku, kjarnorkuver, sólarorku eða vind, og ákvarða hvert raforkan skuli rata í flóknum viðskiptum á milli landa. Landsvirkjun þarf að hugsa sig vel áður en ákvörðun tekin þátttöku í næstadagsmarkaði sem hannaður út frá öðrum aðstæðum en hér ríkja, því að við erum engin venjulegur raforkumarkaður. Og eitt atriði viðbót varðandi þann grundvallarmun sem á raforkumarkaði hér og annars staðar, en á Íslandi nota stórnotendur 80% raforkunar. Hlutfall akkúrat öfugt í öðrum löndum. Samkeppnisforskot stórnotenda hérlendis byggir á langtímasamningum sem veita fyrirsjáanleika og byggja undir verðmætasköpun. Heimili hafa ekki þurft að keppa við stórnotendur trygga orku, afhendingu og verð. Síðastliðin misseri hafa einhverjir komið þeim sjónarmiðum á framfæri að tækifæri til endursölu stórnotenda geti aukið virkni raforkumarkaðar og bjargað raforku öryggi almennings. Ekki almenn skoðun en hefur verið sagt og skrifað. Þegar horft til þessara 2 markaða ljóst að með óheftri endursölu værum við að færa lyklana að raforku öryggi landans og raforkuverðsmyndun til stórnotenda. Á Íslandi nota 3 stærstu stórnotendurnir 65% af allri orku sem unnin í landinu og þeir 2 stærstu hvorum sig nota
meiri raforku en öll heimili og fyrirtæki í landinu samanlagt. Í Noregi nota sá stærsti 4% raforkunar. Og þessi ýktu hlutföll á íslensku raforkumarkaði gera kröfu að við setjum reglur sem tryggja sanngjarna samkeppni almennings við stórnotendur. Ríkisstjórnir nágrannalandanna að kljást við viðfangsefni tengd ókyrrð á raforkumarkuðum, há raforkuverð og gríðarlega miklar verðsveiflur. Og miðurgóður fyrirsjáanleiki hefur gert iðnaðarstarfsemi erfitt fyrir, framleiðsla hefur dregist saman, hagvöxtur hefur dregist saman og samkeppnishæfni álfunnar hefur átt undir högg að sækja. Staðan á Íslandi önnur og betri. Lægsta raforkuverð til heimila í Evrópu, mun meiri verðstöðugleiki eða verðöryggi, eins og sumir kalla það, en víðast hvar annars staðar. Stórnotendur sem að hér búa vilja vaxa og búa við samkeppnishæft umhverfi. Og það einkum tvennt í þessu samhengi sem skiptir sköpum. Okkar gjöfulu náttúruauðlindir sem á nýta til framleiðslu endurnýjanlegrar orku, á meðan Evrópa háð jarðefnaeldsneyti í raforkuframleiðslu sem þýðir að til að mynda ef að verð á gasi snarhækkar að þá dansa raforkuverði með, en það hefur ekki áhrif hér heima. Fyrirkomulag viðskipta hér á landi skiptir líka máli og hefur verið sniðið að okkar þörfum. Raforkunotendur búa við mikilvægan fyrirsjáanleika hvað tryggja orkuafhendingu og verð varðar. Og ekki nóg með það, heldur aðilar hér á landi tilbúnir til að reisa virkjanir og nýta endurnýjanlega orkugjafa á markaðsforsendum, án niðurgreiðslu frá hinu opinbera. Og það að stóru hluta vegna langtímasamninga og verðstöðugleika sem að þeir hafa í för með sér. Þessi góði árangur í orkumáli sem ég raki kemur ekki af sjálfum sér og okkur ber skylda til þess að halda áfram og byggja á þessum trausta grunni sem að kynslóðnar sem koma undan okkur undirbyggu með mikilli fyrirhyggju. Við stöndum á ákveðnum krossgötum þegar raforkumarkaðir annars vegar, stjórnvöld ætla að tryggja réttlátar leikreglur og leikreglurnar mega ekki eingöngu vera á forsendum raforkusalana og milliliðana, heldur verður fyrirkomulagið ekki síður að vera á forsendum notenda raforkunar. Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar, líkt og Daði kom inn á, kemur fram að raforkulögum verði breytt til þess að tryggja forgang heimila og almennri notenda að raforku og það vel. Almenni markaðurinn hefur verið tilbúinn til þess að greiða hærra raforkuverð en stórnotendur og þannig hefur það verið sögulega. Það því augljóst að það má finna leiðir til þess að tryggja þessum hóp trygga orkuafhendingu á sanngjörnu verði og það án þess að raska þeim langtíma samningum sem að stórnotendur byggja sína tilveru á. Raforkumarkaðurinn í stöðugri þróun og áframhaldandi þróun þarf að vera á forsendum íslenska markaðarins og íslenskra aðstæðna. Við breytum ekki bara breytingana vegna, heldur aðeins ef við sjáum fram á að gera góða stöðu enn betri. 60 ára saga Landsvirkjunar samofin sögu viðskiptavinanna. Hagsmunirnir hafa farið saman og við höfum skapað mikinn ávinning fyrir samfélagið. Landsvirkjun steig sín fyrstu skref með því að reisa Búrfellsstöð og álverið í Straumsvík byggði upp sína starfsemi. Með þessum skrefum var til ný efnahags- og útflutningsstoð sem hefur reynst gríðarlega verðmæt. Og meira en hálfri öld síðar starfa þessi tvö fyrirtæki enn saman að því að skapa mikil verðmæti. Og eins og við þekkjum hefur stórnotendum fjölgað, gagnaveis iðnaður á heimsvísu í mikilli sókn og hann það líka hér heima. Og gagnaverið sem hér starfa hafa nú nánast eingöngu snúið sér að þeim spennandi tækifærum sem felast í gríðarlegu reikniafli ofurtölva þar sem hægt að leysa viðfangsefni sem af áður óþekktri stærðargráðu. Kannski verða útreikninga fyrir nýtt tunglskot eða hátæknilyf hérlendis. Og landeldið ný atvinnugrein sem að stíga sín fyrstu skref og verður gaman að fylgjast með í framtíðinni. Landsvirkjun stolt af þeim mikla árangri sem hefur náð á síðastliðnum áratugum, en árangurinn ekki okkur einum að þakka, heldur byggir hann á traustri samvinnu. Starfsfólk okkar á auðvitað hluta máli
og það eiga heimilin, fyrirtæki, stór sem smá, framsýnir stjórnmálamenn og svo mætti lengi telja. Í orkugeiranum býr kraftur og þann kraft þurfum við að virkja til þess að leiða fram lausnir framtíðarinnar sem eru heildinni til hagsbóta. Í upphafi erindisins rakti ég þá farsælu sögu sem hefur átt sér stað á undanförnum 20 árum. Á árinu 2003 voru líklega fá sem gerði sér í hugarlund þær jákvæðu breytingar sem að raforkuleiðin leysti úr læðingi. Að sama skapi er erfitt að ímynda sér nú hver staðan verður að 20 ára liðinu. En við hljótum öll að vera sammála um það að staðan verður að vera enn betri fyrir okkur öll. Og þrátt fyrir að framtíðin sé óráðin að þá hefur reynslan fært okkur þekkingu sem við getum byggt á. Og við verðum að sýna samstöðu og vanda til verka núna. Verkefni okkar er að taka ákvarðanir sem tryggja hag næstu kynslóða, þannig tryggjum við sterka framtíð á stoðum fortíðar. Takk fyrir.